Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Það segir gott í dag. Gaman að sjá ykkur. Ég reyndar ekki sjá ykkur, en gaman að vita af ykkur hérna. Eins og alltaf að þá er ykkur velkomið að taka þátt í umræðinni og spyrja spurninga eða koma athugasemdir í kommentin hérna fyrir neðan vídeóið. Og mér finnst alltaf vídjón verða miklu skemmtilegri þegar þið tækir svona þátt í umræðinni og deila hans með mig hvað þið eru að hugsa, og það verður líka bara gaman að vita hvar þið eru stödd á leiðinni. Ég setti í upphafi í countdowninu þá setti ég valmöguleika þar sem fólk gat svona smelt á mismunandi like-takka eftir hvar það væru staddir. Ég ætla kannski aðeins bara að sýna ykkur þarna aðeins að sjá hvort ég fá smá viðbrögð því. Eins og við sjáum að þá væri voða gaman ef þið myndu smella á hjartað ef að þið eru ekki með viðskiptahugmynd nú þegar, smella á vákallin ef þið eru með viðskiptahugmynd, eða smella á hlæjandi kallin ef þið eru nú þegar búin að stofna fyrirtæki. Þetta myndu svona að gefa manni hugmynd hvar þið eru stödd. En í dag að þá ætla ég að tala fyrstu skrefin. Þetta í síðasta útsendingu þá talaði ég aðeins svona algengar afsakanir og var að reyna að hjálpa fólki að komast yfir þær, þannig að gæti nú farið í fyrirtækjarekstur. En ef þið ætlaði að fara í fyrirtækjarekstur, hvernig eigið að byrja? Og það er svona það sem ég ætla að taka fyrir í dag. Þannig að dagurinn í dag er tilengaður öllum þeim sem eru alveg á byrjunarstigi. En áður en ég kannski byrja á því að það langaði mig til þess að deila með ykkur góðum fréttum. Þannig er að ég var að klára að ganga frá samningi við Hilton Nordica Hotel á Suðurlandsbrautinni, og við erum komið þá með aðstöðu núna hjá þeim fyrir næsta námskeið í stofnun fyrirtækja, og það námskeið verður haldið 27. og 28. maí, og við höfum út af þessu samstarfi við Hilton Nordica þá getum við tryggt það að það séu 2 metrar á milli allra manna, að það sé handsprit á staðnum, og við stöndum allar kröfur sem gerðar eru samkvæmt samkomubanninu. Þannig að þetta er rosalega flott aðstaða og það verður bara gaman að kenna þetta þar, þannig að ég vonast til að sjá sem flesta þar. Þannig að endilega ef þið hafa áhuga að skráða okkur á námskeið. Þið getið einmitt séð frekar upplýsingar það inn á vefsíðunni frumkvöðlar.is og ýmis annan fróðleik þar líka. En já, þá skulum við bara byrja á að fjalla fyrstu skrefin. Vandamáli sem ég sé hjá flestum frumkvöðlum þegar þeir eru að byrja er það að þeir fara of hratt af stað og eru að reyna að gera of marga hluti á sama tíma, sem gerir það verkum í rauninni að þetta verður svona yfirþyrmandi og það verður ekkert úr þessu. Það má í rauninni líka þessu svolítið við það að fara í líkamsrækt, að fara í ræktina. Og sem dæmi, núna fyrir árinu þá var ég að byrja að reyna að koma mér í form, og ég bara vissi það af eigin reynslu að ef ég hefði farið í það í einhverjum öfga, alltaf að mæta 4-5 sinnum í viku og taka þvílíkt á því, þá hefði ég vel ennst í nokkra vikur og hefði verið fínt, en eftir það hefði ég svolítið brunnið út. Í staðinn fór ég hægar í hlutina og ég byrjaði að fara í ræktina bara 1 sinni til 2 í viku og bara aðeins að hlaupa á brettið og byggði þetta svo upp, og þannig náði ég að gera þetta miklu meira rútínu. Og ég er búin að ná að halda þessu núna í alla okkar mánuði og er að fara núna í ræktina 4-5 sinnum í viku og þetta er bara svona rútínu hjá mér. Og þannig þurfum við svolítið að horfa á fyrirtækjareksturinn. Það er ekkert endilega gott að svona ana út í hlutina og reyna að gera allt betra, bara að vera rosalega fókuseraður og átta sig á hvað er næsta skref og einbeita sig bara því. Og það er það sem ég ætla að reyna að hjálpa ykkur með að gera hérna núna, er að skilgreina næsta skrefið. En næsta skrefið, þetta er rauninni næstu skref, því ég með þetta skipt niður í 3 hluta. Og fyrsti hlutin er í rauninni bara það að þið þurfið að ákveða að þið ætlið að fara í fyrirtækjarekstur. Og það er svolítið stórt skref að taka það skref. Bara það eitt að þið segið við ykkur sjálf eða skrifið niður á blað eða gera eitthvað til þess að staðfesta það að þið ætlið að fara í fyrirtækjarekstur, það er bara mjög stór áfangi.
og leið og þið eru búin að gera það að þá eru þið búin að ýta undir líkurnar á árangri út af því að ef þið farið af stað með þetta í hálfkáki og þetta náttúrulega mikil vinna að koma fyrirtækja af stað og ef þið farið af stað með þetta í hálfkáki að þá verður eiginlega ekkert af því þannig að það er í rauninni bara það að viðurkenna fyrir sjálfum sér og staðfesta að ég ætla að fara út í fyrirtækjarekstur það mun breyta öllu fyrir ykkur þannig að það er fyrsta skrefið annað skrefið er síðan að þið þurfið að fá okkur að viðskiptahugmynd og ég vissum að mörg ykkar eru með einhverju hugmyndir en það er á ekki við alla þannig ég ætla svona bara aðeins að fara yfir algenga leiðir til þess hvernig maður getur fengið viðskiptahugmynd uppáhaldsleiði mín er það sem ég kalla blótsyrðaleiðina og hún virkar þannig að yfirleitt þegar þið blótið upphátt að þá getur hugsanlega verið viðskiptatækifæri þar og bara svona aðslega að gefa ykkur dæmi þetta að þegar ég fór á stað með fyrirtæki Bungalow við vorum 2 félagarnir sem fórum á stað með það kom til þannig að við vorum ætluðum að leigja okkur bústað félagarnir saman og vorum búin að eyða heilum degi að reyna að finna bústað á netinu og hringja hingað og þangað og reyna að koma að staði hvar væri hægt að finna bústað og við vorum svona farnir að bara blóta svona upp á við vorum bara pirraðir og þá allt í einu bara lítið okkur annan og bara já ok, heyrðu það geti kannski verið eitthvað viðskiptatækifæri þarna þannig hvert skipti sem einhver þjónusta eða einhver vara er það lélega því svona blótið upphátt að þá gæti hugsanlega verið eitthvað tækifæri þar ég ætlaði að vera voða skipulaður ég var búin að skrifa fullt af punktum á vegginn hjá mér og svona post-its og þau eru dettandi út allt afskaplega skemmtilegt en það mátti reyna en já, allavega önnur leið til þess að fá hugmynd er hreinlega bara svona einhver uppljómun og það kemur oft bara ef þið eruð út að ganga eða í sturtu eða eitthvað svona bara í einhver umhverju það bara allt í einu puff kemur eitthvað svona bara full mótu hugmynd í hausinn á okkur og þá er að gera að skrifa hana niður að taka vel á mótinni því að við fáum öll mjög margar hugmyndir en ef við erum ekki móttækileg fyrir þeim og þá oft svona gleymast þar strax þannig að endilega að skrifa þær niður svo er við mörg ykkar að þá er það líklega tilfellið að þið eru örugglega með fullt af hugmyndum en er kannski erfitt með að velja þessa einu hugmynd sem ætla að vinna með og það getur verið mikil áskorun út af því að það er svona í eðli frumkvöðlarna alltaf að vera í hugmyndum og finna alls konar viðskipta hugmyndir og mann er langað til að gera allt en maður þarf að vera rosalega agaður og maður þarf að velja einhver eina hugmynd til þess að vinna með og það er engin auðveld leið til þess að gera en þið þurfum bara að átta ykkur á hvað af hugmyndunum ykkar þið hafið mesta ástriðu fyrir og hafið mesta trú á og vinna hana svo áfram önnur leið til þess að fá hugmynd er náttúrulega bara kaffibollapælingar eins og ég kalla það er hreinlega bara að setjast niður og fá sér kaffibolla og bara hugsa, brainstorma láta sig sjá hvað kemur út og það er ekkert endilega víst að það kom einhver frábæri viðskiptahugmynd í fyrsta skipti sem þið gerir þetta en það sem þið eru líka að gera með þessu er það að þið eru að æfa í rauninni hugan ykkar til þess að vera móttækileg fyrir hugmyndum og hugdettum og viðskiptahugmyndum og því oftar sem ég gerir þetta því meira bara farið að hugsa í viðskiptahugmyndum og ég til dæmis bara ég er oft þannig bara ég er bara kannski að ganga eitthvað staðar eða bara sé eitthvað og þá bara sé bara þarna er viðskiptatækifæri og ég náttúrulega maður nennir ekkert að framkvæma allt en þegar maður þjálfar hugun upp í þetta þá verður einhvern veginn bara hugurinn bara miklu móttækilegur og það fara að koma miklu betra og skemmtilegri hugmyndir og svo hef ég líka bara leitt vinnustofa fyrir fólk þar sem ég hef í rauninni farið bara í gegnum svona ákveðna vinnu með fólki hjálpa þeim að búast til sína hugmyndir en já, þannig að það var skref nummer 2 það er að fá hugmyndina þannig að skref nummer 1 er að ákveða að þið ætla að stofna fyrirtæki og skref nummer 2 er í rauninni að fá hugmyndina þá er að þriðja skref og þriðja skref er í rauninni að sannreyna hugmyndina þannig að þegar þið eru komið með hugmynd að þið þurfið í rauninni ekki að fara að spá í að fara að stofna fyrirtæki eða spá ykkur lagalegum hlutum eða flækja þetta eitthvað bara haldi áfram einmitt viðskiptahugmyndinni og finni leiði til þess að sannreyna hana og leiði til þess að sannreyna viðskiptahugmynd eru margskonar en það sem þið þurfa að byrja að kanna bara er að kanna markaðin er í alveg markaðar fyrir þessari hugmynd
þú veist, einhverjir aðalar sem eru nógu áhugasamir til þess að kaupa þetta, einhverjir samkeppnisaðalar hérna, hvernig eru samkeppnisaðalarnir að verðleggja sig, hver eru áherslurnar þeirra, Ísland nógu stór markað til þess að höndla þessa hugmynd. Það er oft sem að mikið af hugmyndum ganga upp á mjög stórum mörkuðum út af því að það er kannski litla tekjur af hverju sölu, það koma kannski marga söluðar, en Ísland aftur á móti mjög lítill markað, þannig að þetta velta ykkur, Ísland góða markaði fyrir þetta, eða ætla ég kannski að fara með þetta erlendis. Það er ágætt að skoða líka viðskiptina, hverjir eru að kaupa þessa vörur og hvað hafa þeir að segja vörurnar hjá samkeppnisaðalánum eða bara almennt eða erlendis. Þau eru líka velta fyrir ykkur, þetta rétti tíminn fyrir þessa vörur? Ég nefndi þetta áðan með bungalow og við fórum að stað með bungalow alveg réttum tíma út af því að þarna var þörf eftir þessu svona skammtíma leigu og það voru margir að leita sér að bústa, það var erfitt að leigja það þá. Í dag getur þetta verið erfiðar að fara að stað með þetta út af öllu samkeppnin sem er komin líka bara alþjóðlega, bara Airbnb og Bookings og allt þetta sem er komið núna inn á þennan markað. Þannig að það er ekkert alltaf rétti tíminn til að fara að stað með hlutina. Þið þurfum líka bara að velta fyrir ykkur, þið sko spennt fyrir hugmyndinni? Út af því að mér finnst það sjálfum skipta rosalega miklu máli ef þið eru að fara út í eitthvað. Þið séu svona spennt og hafi svona ástríð fyrir þessu og vilja svona, þú veist, bara eitthvað hlakka til að fara að vinna með þessa hugmynd. Út af því að það að fara að stað með einhverju hugmynd, þetta er óslega mikið vinna og því spenntari sem þið eruð fyrir þessu, því meiri líkur það að þið hafi orkuna og þrautsöguna til þess að klára hana. En í rauninni mikilvægasta og besta leiðin til þess að sannreyna hugmyndina er að selja hana. Og þá meina ég það að í rauninni finna einhverja leið til þess að fá fólk til þess að skuldbinda sig til þess að kaupa okkur vöruna þegar hún er tilbúin eða fá okkur leið til þess að allavega sanna það að fólk sé tilbúið í að sína áhuga og það er alls konar leið til þess og það væri raunin hægt að kenna heilt námskeið bara hvernig það er gert, en ég hef séð fólk til dæmis sitja upp svona dummy vefsíður eða svona vefsíður sem kynna einhverja vöru og hafa svo kaupa núna taka, en svo þegar fólk smellir á kaupa núna taka þá kemur bara síðan því miður þessi var ekki ennþá tilbúin og en láttu okkur fá tölvupóstinn og við skulum senda þér upplýsingar eða einhverja leið þar sem þið rauninni getið byrjað aðeins að pröfa að markaðsetja einhverja vöru og sé hvort sé áhugi, þannig ef nógu margir smella á kaupa núna eða sína vöruna áhuga eða gefa upp netfangi sitt til þess að fá frekar upplýsingar vöruna og þá getur það til þess kannski verið góðu leið til þess að sannreyna vöru. Það er líka ógeðslega sniðugt að nota svona svo hópfjármögnunina síður. Það er komið svo mikið að núna. Það er íslensk síða sem heitir Karolina Fund þar sem þið getið í rauninni byrjað eða í rauninni selt vörun eitthvað fyrirfram. Þannig að þið eru kannski með einhverja bók eða geisladisk eða einhverja hugmynda, einhverju vöru og eitthvað vantar fjármagn til þess að fara með henni í framleiðslu eða fara að stað með hana, þannig að þá getið farið inn á svona staði og í rauninni boðist til þess að leita eftir í rauninni stuðningum eða jafnvel fyrirfram selt x margar vörur, þannig að fólk kannski kaupi vöru núna vitandi það að það muni fjármagn vörun, þannig að þá fá þið vörun á endanum og það eru líka til stórar alþjóðlega síður í þessu svona crowdfunding og þetta er rosalega sniðug leið til þess að gera það sko. Ég til dæmis bara svona dæmi frá mér sjálfum að hér áður fyrir þegar ég var meira í fasteigna fjárfestingum að þá stundum sko byrjaði ég á því að finna leigjanda fyrir einhverju tiltekna eign áður en ég keypti hana, þannig að þá gæti ég jafnvel bara verið búin að fá rauninni skriflegan samning við viðkomandi að hann hefði áhuga á að leigja einhverju tiltekna íbúð eða tilbúið eigna ákveðnu verði og gat svo farið með það í bankanum þegar ég var að biðja lánið, þannig að þá gat bankin séð það að ég var nú þegar komið með leigjanda og í rauninni staðfestingu á því að viðskiptaáætlun eða fjármagnið myndi ganga upp sko. Annað dæmi það hvernig ég hef svona selt vörur áður en að klára til dæmis námskeið í stofnun fyrirtækja. Þegar ég byrjaði með það núna aftur á síðasta ári eftir smá pásu að þá var ég raun ekki með tilbúið með neitt kennsluefni eða neitt svoleiðis, en ég setti bara upp einhverja sko mjög einfalda kynningarsíðu á hvað ég myndi kenna á námskeiðinu og ég setti svo neðst á síðuna hérna er tölvupósturinn minn, sendi mér bara tölvupóst eða þið viljið koma á námskeið og svo bara getið millifært á þetta reikningsnúmer.
og þetta virkaði nú vel til þess að ég fekk fyrstu 4 eða 5 nemendurna skráða þarna inn áður en ég var búin að gera nokkuð í námskeið. Þá var ég rauninni komið staðfestingu á því að það væri sniðugt að halda áfram með þetta. Þannig að þá bara vann ég svolítið myrkrann á milli við það að útbúa námskeið og klára það. Þannig að það er ofta að beita ýmsum aðferðum til þess að sannreyna hvort að hugmynd virkar eða ekki, án þess að vera að leggja út í eitthvað kostnað, án þess að vera að stofna fyrirtæki, án þess að vera að gera eitthvað flókið. Ef að þið sem eru að hlusta hafi einhverja reynslu af þessu eða hafi sjálf einhverja góða hugmyndir hvernig þetta er að sannreyna hugmynd, og með endilega deila þið í kommentin. Það verið gaman að sjá hvað þið hafi gert til þess að koma ykkar hugmyndum á framfæri. Ég sé nú að það eru einhverjir sem að bara á bróðsköllunum, það eru einhverjir sem hafa stofnað sín eigin fyrirtæki. Það verið gaman að sjá hvort þið hafi beitt einhverjum svona aðferðum. En sem sagt, kjarnin í þessu er það að fyrsta skrefið ykkar á að vera að einbeita ykkur að viðskiptahugmyndir í rauninni. Þið þurfum fyrst að bara ákveða ákveða það að þið ætlið að fara í fyrirtækjarekstur, og síðan þurfum við í rauninni bara að vinna í viðskiptahugmyndin og móta hana. Það er rauninni eina sem þið þurfum að gera. Það þarf ekki að flækja þetta meiri upphafi. Og ef þið takið þetta með svona einföldum hætti og bara viðskiptahugmyndin núna til að byrja með, að þá verður þetta ekki jafn óyfirstíganlegt verkefni, og þá er meiri líkur á að þið náið árangri í þessu og látið loksins verða af þessu. Já, þetta var nú í rauninni það helsta sem ég ætlaði að tala um í dag. Ég ætlaði nú ekkert að hafa það lengra kannski að sinni, en ég myndi endilega vilja fá frá okkur spurningar eða ykkur athugasemdir, og ég skal reyna að svara þeim eins og alltaf. Og endilega haldi líka áfram að smetla á hvað þið eru stödd, íti á hjarta eða eru ekki með viðskiptahugmynd, íti á vákallin eða eru með viðskiptahugmynd, og kallin sem er að hlæja ef þið eru nú þegar komin í fyrirtækjarekstur. Það er svona gaman að geta fylgst með þessu og sé hvernig staðan á þessu er. En já, þannig að svona, ef ég tek þetta svona saman, það sem ég var að fara yfir, að vandamáli hjá flestum þeim sem er að fara í fyrirtækjarekstur er það að þeir reyna að fara of hratt af stað. Þeir reyna að gera of mikið á sama tíma, í staðan fyrir það að vera bara einbeitt og fókusröð á eitt skref í einu. Og þannig að ykkar næsta skref er mjög einfalt, að þið bara farið eftir því sem ég nefndi. Það er fyrst alveg ákveðið að fara í fyrirtækjarekstur, fá viðskiptahugmyndina og sannreyna viðskiptahugmyndina. Ekki flækja þetta meina það. Þetta er rosalega einfalt. Svo þegar þið eru búin að sannreyna viðskiptahugmyndina, þá getið þið bara að skoða að taka næstu skref. En þetta er eina sem þið þurfa að gera þegar þið eru að byrja. En já, þá ætla ég bara að þakka ykkur öllum fyrir, og ég bara verð að segja að ég er bara ógeðslega þakkláttur fyrir hvað er búið að taka vel í þessar beinu útsendingar. Ég er búin að vera að fá rosalega mikið af tölvupóstum og fyrirspurnum og alls konar hlutum í framhaldi af þessu, og ég hefur líka rosalega gaman af þessu að fara yfir þetta allt saman. Eins og ég segi, ég hef sjálfur stofnað nokkuð fyrirtæki og ég veit alveg, þekki fyrirliðin nokkuð vel og veit að þetta svona tekur á í fyrsta skipti sem maður er að gera þetta. En endilega haldið bara áfram að senda mér skilaboð, og þið getið sendt mér tölvupóst á haukur@frumkvöðla.is eða hafa ykkur spurningar. Þið getið kíkt inn á síðuna mína frumkvöðla.is ef að þið viljið forréttast um námskeiðin eða annað efni sem ég er með, og ef þið viljið sjá mig taka eitthvað sérstakt fyrir núna í þessum þáttum, þá bara endilega sendið það á mig. Ég er á von á nokkrum góðum gestum núna í næsta mánuði, og mun tilkynna það núna fljótlega. Mér fannst þátturinn til þess að Þórunn kom og talaði, mér fannst hann töluvert skemmtilegur, þannig ég ætla að reyna að hafa þetta meira svona interaktiv og fá fleiri gesti og svona, og já, bara vonandi að þið hafi eitthvað gagn og gaman af. Annars bara þakka ég kærlega fyrir og eigi góðan dag.